Þegar við ákváðum að gera þetta í upphafi, þá var fyrsta spurningin, getum við fundið Billy? Eru þessi strákar til á Íslandi? Á þessum aldri, með þessa getu. Að geta dansað og sungið, við erum ekki að tala um bara ballett, heldur steppdans, modern dans og villtur dans. Og svo syngja erfið lög. Það er bara ekkert mjög margir leikarar sem geta þetta yfir höfuð. Heilsu best að dansa beint að efninu. Þú ert einn af Billyunum. Yes! Þetta er auðvitað rosalega erfið ákvörðun að taka því að þeir voru allir búin að standa sig mjög vel og taka í rauninni miklu meiri framförum heldur en að við gátum óskað okkur. Þetta var samt bara eins og venjulegu dagur, bara lokadagurinn. Ég var geð stressaður fyrir hann. Ég veit ekki alveg af hverju, bara ég var búin að vera þarna allt sumarið og mér langaði bara að vita hvort ég kæmist eða ekki. Það náttúrulega var bara mjög skemmtilegt og foreldrarnir voru stoltir af honum og hann mjög ánægður líka með þetta. En þetta var náttúrulega svolítið svona áður, svolítið stressandi. Maður var alveg bara að fara á taugum, sko. Og svo bara svona góðu spennuleysir eftir á. Maður var alveg í skýjunum bara. Ég var stressaður, en ekki svona þannig stressaður. Ég var svona, kom svo, ég var að ná þessu. Vá, ég man alveg eftir hvað maður fékk mikinn fiðring í magann. Settist niður og svo sagði hann bara, þú ert einn af 3 Billyum. Og maður bara svona, fékk bara alveg, vá. Og ég held að Sölvi hafi bara alveg sprungið þegar hann var búinn þegar hann frétti að hann fengi að komast áfram. Hann allavega gat ekki mikið talað það sem eftir var og þetta er einhver sem talar gjarnan mikið. Ég svona hoppaði ekki upp og svona, já. Það var meira svona, ég er að fara að ná þessu, þetta er geðveikt. Mér fannst það standa sig alveg ótrúlega vel, en svo veit maður aldrei. Ég var einhvern veginn alveg, já, hann verið valinn, en svo hann alveg líka geta ekki verið valinn. Við lögðum af stað með að reyna að finna 2, en fundum 3. Og áttuðum okkur líka algjörlega á því að við þyrftum 3. Því að það getur náttúrulega ýmislegt gerst. Við gætu brostið á með mútum og stekkað 20 cm. Auðvitað er það erfitt þegar það er búið að þjálfa 6 stráka nánast í ár og þú þarft að segja að þeim að þeir fá ekki aðhlutverki. En þeir munu búa að þessu enga síður. Þetta er frábær skóli. Unfortunately, there were only 3 spots, and such is the performing world and the entertainment business. But I genuinely believe that all 6 of them are very, very talented and have exciting futures ahead of them if they want it in performing. Þeir strákar sem ekki komast áfram, við vorum öll sammála það að bjóða þeim að taka þátt í sýningunni. Því þeir eru komin með ákveðin grunn sem að mjög fáir drengir þessum aldri eru með á Íslandi, örugglega engir, þetta er hérna alveg einstakt. En maður man mjög sterkt eftir þessum degi því þetta var erfitt fyrir alla. Þeirra tækifæri kemur alveg pottþétt. Þeir voru bara ekki Billy. Verk eins og Billy Elliot hefur alveg ótrúlega stóra og mikla þýðingu fyrir Borgarleikhúsið. Þetta er sýning sem er af svona stærðargráðu sem varla þekkist á Íslandi. Þannig að það er rauninni búið að vera undirbúið þetta verkefni bara alveg frá því í mars á síðasta ári. Þegar skólinn var búinn þá tók við bara að fara að ýta verkefninu af stað, fá
alla að borðinu, alla deildir í húsinu og bara leggja alla teikningar á borðið og hvað við erum að fara að gera, hvað stendur til, hversu stórt er þetta. Billy-sýningin fyrir Borgarleikhúsið er stóra sýningin á þessu ári. Myndlíkingin er ofta að maður sé að glíma við góðrullur ef það eru stóra sýningar, en þetta er nánast bara eins og að glíma við King Kong, en þetta er skemmtileg glíma. Þetta eru yfir 100 manns í heildina sem að koma að sýningunni. Þú veist, það eru auðvitað 2-falt kast af börnum, þannig að þetta er alveg ótrúlega mikil fjöldi. Þetta eru 25 fullorðnir leikarar í kastinu og síðan eru 35 börn og þau eru alveg frá 5 ára og upp í 16 ára. Strax og ég fekk verkefni í hendurna þá byrjaði ég að reyna að sjá fyrir mér hvaða leikari væri í hvaða hlutverki. Ég fer í huganum að búa til sýninguna í hausnum, að setja bara fyrsta lag, það byrjar svona, hópurinn kemur inn. Búa til alla sýninguna í huganum og reyna að koma því öllu til skila hvað maður sér fyrir sér. Og því meira af upplýsingum sem við komum til allra deilda og allir vita í húsinu hvað stendur til að gera, því auðveldara er að raungera hlutina, sko. Þá byrja bara mikill undirbúningur, kannski staðista púsli okkar í að koma verkinu saman, það er að finna tíma til þess að æfa hann hvar með hverjum og hvenær. Þetta er svona eins og að spila Tetris með Sudoku og krosskátu samtímis. Svo þurfum við líka að fara að huga því að þjálfa upp hinbarnir sem taka þátt í sýningunni, af því það er mjög flókin dansrútína og stepp og ýmsir hlutir sem að fólk þarf að undirbúa vel. You've got so many different types of people within the show, from children to dancers to actors. For me, just finding the best way to get the best out of them, and sometimes that's just different techniques, and myself and Berger are just now trying to make everything come together. But I'm very happy with the cast, and everybody works extremely hard. Having said that, there's an awful long way to go. Þetta er risastórt verkefni. Það er alveg í öllu leyti, allt umfang þetta sprengir öll viðmið. Rosa! Einmitt sko! Við höfum ekki nema 7,5 mánuð til að æfa þetta, svo þið verðið að einbeita ykkur í guðanna bænum. Við stáum ekki lögun eða snæð og hvort þú sett vel eða illa nær. Fyrsti samlesturinn var hann á Nýja sviði, þar sem að allur leikhópurinn kom saman í fyrsta sinn, og það er svona ekkert oft sem að kannski söngleikir virka, þú veist, þegar bara verið að lesa á blað og syngja lögin, því þeir ganga út á svo mikið sjónarspil. En af því að hvernig sagan í þessu verki er, hún er svo skýr, maður var algjörlega límdur allan tíman, sko. Þannig að það myndaðist bara svona mjög falleg stemming þarna á þessum samlestri og maður fann alveg hvað hópurinn var undirbúinn og allir einhvern veginn, þú veist, til í slaginn og tilbúnir að taka þetta alla leið. 50 pence! Hvað er þetta að meina? Þetta var ekki danstími. Við ákváðum núna fyrir jól að vera með svona show and tell, er það kallað, það sem er svona verið að sýna hvert við erum komin, og þá var aðstandendum drengjana leyft að koma og allir sem að standa baki sýningunni, og þar á meðal Baltasar sem er að framleiða sýninguna með okkur. Kom okkur öllum alveg ótrúlega ánægilega óvart og við vissum að sýningin væri á mjög góðri leið. Bara allir gapandi yfir því hvað þessi strákar eru orðnir flottir. Það er algjörlega ótrúlegt. Maður vil að færa tár í augunum að horfa á svona talenta og það er óðbúðslega skemmtilegt að taka þátt í að uppgöta svona krakka og gefa þeim tækifæri. Það er mjög mörg að huga í þessu, en það er æfingabúðið fyrir Billy Elliot, það er listaverki sjálfur sér. Það er bara,
marga blaðsjur. Þetta er rosalega mikið skipulagsmál og ef það er haldið vel utan á það, þá er þetta einbeita sér í því sem skiptir máli sem er listaverki sjálft, sýningin. Man hefur ekki séð svona mikla vinnu lagða í undirbúning í íslensku sönglingjum áður og ég er mjög stoltur af því og mér finnst það frábært hvað Borgarleikhúsið hefur tekið þetta svona traustum tökum. After the decision was made and the 3 that would continue, I was then re-employed to further their training. Everything increased as far as their workload, their stamina, the technical difficulty of the steps, and the pressure that the boys started to feel now that they have the part. Also the excitement. Við erum búin að vera að halda þeim í alls konar námskeiðum og þjálfun strákunum öllum sko. Bara frá lok maí, byrjun júní. Þetta er búið að vera mikill skóli og mikil vinna auðvitað bara og mikið álag auðvitað á drengina og fjölskyldu þeirra. Ég var bara að hita upp fyrir 5 leika og þá bara fann ég alltaf svona kippa því ég var að hoppa svona. Það bara var ógeðslega vont síðan og ég spurði Þóri 5-leikakennarann okkar hvað þetta gæti verið og hann sagði að þetta væri örugglega tognun svo ég fór til sjúkraþjálfara og hann sagði það sama. Jú, ég er alveg svekktur sko, en ég er ekkert svekktur yfir því að vera síðastur á frumsýna eða eitthvað þannig. Mér langar bara að dansa og eitthvað. Ég er alveg að svona springa bara. Mér langar svo að gera eitthvað. Núna þegar við erum ekki að gera reynslu þá erum við svona oft með Dilly, bresku kennara okkar. Mjög góð kennari. Já, mjög góð kennari. Já, þegar við fréttum af tognuninni þá náttúrulega bara settum við hann í hvíld. Vissum ekkert hvað þetta var stórt. Svo þegar dagarnir liðu þá kom í ljós að þetta er stærra heldur okkur grunaði og Baldvin, hvað eru frá lengi núna? Þetta er svona 2,5–3 vikur. Já, hann er búinn að vera út í sal að horfa og taka inn allar breytingar og skrifa hjá sér og hann þarf að bíða bara. Hann kemur tilbaka, já, það er ekki spurning hvort heldur hvenær. Danshöfundurinn kemur frá Bretlandi, Lee Proud. Hann lagði öll dansatrið, eða bjóð til, hannaði alla dansana hérna í 6–7 vikur og skildi síðan eftir Chantel Carey sem er svona hans aðstofakona. Síðan erum við bara í stöðugum díalóg við hann. We've been in rehearsal since the middle of November and Lee has thrown all the choreography at us and so we've got everything we need now to put the show together. I think it's about 5.5 weeks to go and I'm not stressed yet. Næstu vikur eru þannig að við erum að klára að fara í gegnum allt verkið á sviði og í leikmynd. Það er búið að grunnleggja all stóru dansatriðin og svona næstu skref eru í raun og veru að byrja að límynda allt saman. Billy Elliot leikmyndin er mjög stór. Hún er mjög flókin og mörg sett eiginlega og þetta er allt tæknivinna sem þarf að útfæra til þess að allt gangi upp og það er gert hérna innanhús. Þetta er samvinna mikil. Petr er tékkneskur snillingur sem er leikmyndahönnuður og hann kemur hingað til lands þegar allt er tilbúið og ber saman teikninguna sem hann sendi og raunveruleikan og hann sá enga mun og fannst eiginlega raunveruleikin koma betur út heldur en teikningana sem hann sendi og þetta eru samt mjög ítarlega teikningar af leikmynd sko. Já, við útfærum það sem þarf að útfæra. Lúgur í gólfum og þetta allt saman til þess að láta menn hverfa og koma og já, töfrarnir eru
búnir til ykkur starf. Ég sest bara niður með Petr, skoðum hvaða element við viljum hafa inn í leikmyndinni. Við viljum heimili, við viljum leikfimisalinn og okkar leikmynd bara allt önnur heldur en leikmyndin upprunalega í London. En svo erum við bara að skoða okkar eigin upplifun af Norður Englandi 1984 og hvernig við getum sagt söguna þannig að við Íslendingar tengjumst þessu samfélagi. Reyna að hugsa það hverjum ertu að segja sögunar. Þegar þetta allt byrjar, búið að ákveða staðsetningan á sviðinu og að byrja að fara í senurnar. Byrjar maður bara á því að horfa og fatta hlutina samhliða á þess að gera kannski mikið á þenn tímapunkti og svo nota maður þá kvöldið eftir æfinguna til að ná upp og vinna upp það sem var gert yfir daginn og svo fer maður að eiga hanna. Það sem að snýra mér náttúrulega að sjá allt sem að kemur tónlistinni við. Ég þarf að ráða inn hljómsveit. Við erum með 9 manna hljómsveit, en hún þarf stundum að hljóma eins og 60 manna hljómsveit. Ég með í að finna alla sem að leika í þessu, pröfa þá í söng. Síðan tekur við að þjálfa alla í söng, kenna öllum músíkina. Allir þræðir enda hjá sýningarstjóra. Hún hjartasýningarinnar, hún sér keysluna. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að sú persóna sé alveg á tánum og andi rétt með sýningunni. Sýningarstjóri keyrir sýninguna og það þýðir það sem við köllum að kjúa. Þá gef ég skipanir til þeirra sem vinna við sýninguna eins og í senuskiptingum og öðru hvenær á að gerast, hvort sem það sé ljós, hljóð eða svið. Maður alltaf með svona smá fiðrildi í maganum og í svona sýningum maður yfirleitt freka mikið stressaður. En svo finnst mér einhvern veginn það svolítið svona mikið sem gengur á akkurat þar til að sýningin byrjar. Sumleyti finnst mér svolítið þægilt þegar hún byrjuð og ég veit allt tilbúið, þannig ég get bara einbeitt mér á að gefa skipanir. Stundum finnst maður eins og maður ráði ekki við þetta eða hafi ekki kontról á þessu, en það bara svo ótrúlega gott að vera með svo marga sem koma að þessu og bara að finna það að viljinn og allir meðmanni borðið í sama skipinu og allir að vinna að sama markinu. Það væri ekki hægt án þess. Það sem að mér finnst kannski einna erfiðast í þessu ferli þetta ferli rétt fyrir frumsýningu þegar allir eru mættir á æfinguna og þá eru kannski 120-50 manns að vinna við eina æfingu. Í svona stóru sýningu þá þetta bara fleiri, það bara meiri mannskapur, og sérstaklega þegar kannski kemur að hraðskiptingum inn á sviði eða þú ert að fara úr einu atriði yfir í annað, að þá kannski bara 6 til 8 manns sem bíða á hliðarlínunni og tilbúnir með svampana og penslana og fötin og þetta bara til þess að ná fólki úr einum karakter í annan karakter bara á innan við mínútu. Það ekki bara leikararnir sem eru sveittir allan tíman, heldur líka sviðsmenn og hárgreiðslufólk og förðunardeildin og ljósamenn sem eru á hlaupum og eru í stöðugu aksjóni frá því að tjaldið er dregið frá. Það þarf að setja mæka í buxurnar og niður í sokka því að það er verið að steppa. Það þarf að setja míkrafóna á alla áður en þeir koma inn á svið þegar við erum að æfa allt með öllu. Það er bara, það eitt sér er hálftími, klukktími. Og svo þarf að vera matur líka, skilurðu, þannig að við eigum bara hvernig eigum við að ná að æfa, hvernig eigum við að ná að renna öllu verkinu með öllu þessum mannskap og að vera með
Pálu og Hlyn með alla sína útsjónarsemi og alla sína reynslu og reynsla bara hússins að setja upp svona stórt. Það er bara verðmæti í því. En það er ég mjög stoltur af húsinu. Allt leikhúsið hérna er inn í sýningunni, það er með sýningunni. Það er mjög mikið sem gerist þessar síðustu 2 vikur, mjög mikið. Þá er þetta allt svona að smella saman. Og svo bara yfirleitt í loka vikunni, bara er þetta komið og við fáum að renna þess með áhorfendum og fá smá reynslu og þá erum við frumsýnum. Það 3 dagar í frumsýningu. Þetta stendur allt mjög vel, bæði leik- og dansatriðið og það allir að standa sig stórkostlega. Svo fara salirnir að fyllast og næstu 27 salir verða fullir. Og það er gaman, að vera með troðfullt hús. Bara í sannleika sagt, þá er ég taugahrúga þó ég virðist vera yfirvegaður núna, sko. Ég held að þessi sýning muni alveg svínvirka, sko. Það er bara, maður finnur það á æfingum. Það atriðin sem að eiga að snerta við fólki, að þeir sem að fylgjast með æfingum eru hágrenjandi á meðan þeir eru að fylgjast með. Þú getur verið með sprengjur og þú getur verið með alls konar leikmynd og láta fólk fljúga í loftinu. Það er ekki það sem er kannski áhugavert. Áhugavert er að sjá krakka blómstra og sýna þau hæfileikar. Það hrífur mig. Gæsað og upp og niður. Ég bara að horfa á dansundaginn og ég var eiginlega eins og miðaldra kona með tár í augunum allan tímann. Ég þurfti svona að fela þetta. Það er svona grunnurinn líka í leikhúsi, að horfa á hæfileikana sem býr í fólki. I've seen every progress from the summer to here and I'm very, very proud. I don't tell them that very often. I tell them more after again. I really genuinely am proud of them. Their mental, physical strength is a credit not only to them, their parents, but to the theatre in this country. Það búið að vera skólað í heilt ár og þetta ótrúlega framfarir og þetta virkilega ánægilegt að sjá þetta. Ég held að fólk eigi eftir að vera blown away. Þessi saga snýst börn í eitthvað svona samfélagi sem á í átökum og hvernig barni verður út undan og draumar þess og vonir skipta ekki máli og svo sjáum við að í rauninni þessir draumar og óskir rætast. En ég held að það sem hefur tekist mjög vel í þessari yfirfærslu er að hjartað í sögunni hefur verið varðveitt. Ég veit að fólk sem kemur það eftir að sjá sjálft sig í þessari sögu. Billy Elliot er saga lítinn strák sem að hefur stórkostlega hæfileika og þeir hæfileikar fá farveg. Þar af leiðandi er þetta saga okkur öll því að við búum öll yfir einhverjum hæfileikum. Þegar við fáum tækifæri okkar og einhver er tilbúinn að hjálpa okkur og sinna hæfileikunum, þá gerast kraftaverkin. Þetta er falleg saga, alveg dásamlega falleg saga sem ég held að allir geti tengt við.